Áður höldum áfram þá vil ég þakka ykkur fyrir þolinmæðina og fyrir að tjá okkur svona opinskátt. Líkt og ég sagði í byrjun meðferðar þá þarf mikið hugrekki til að ræða hluti sem hér koma fram, þannig að þið bæði hrós skilið fyrir það. Hingað til þá finnst mér þetta allt frekar skýrt og þrátt fyrir ýmis viðkvæm málefni sum alvarlegri en önnur þá er ég samt vongóður að einhverju sameiginlegri niðurstöðu geti verið náð. En illu besta lokið. Því næstu vil ég bara gefa ykkur tækifæri á að svara hvort öðru áður en við færum okkur yfir í eintöl. Og ég hvet ykkur bara til þess að svara hreinskilnislega en þrátt fyrir það að reyna að vera ekki særandi. Já, Gísli, ég ætla bara að leyfa þér að byrja og svo Hildur færð þú tækifæri á að svara seinna mér, ok? Já. Gísli, þú ert orðinn. Já, það gleður mig að þú sért bjartsýnn á skeri því það er ég svo sannarlega ekki. Hvað þá, eins og hefur komið fram, þegar það er skýr vilji Hildar að slíta mig og börnin í sundur. En ég er ekki að leyfa því að gerast, það er bara ekki séns. Og eins og ég hafði sagt, það getur rætt aðra hluti eins og húsið, bústaðinn, jeppan sem ég er nota bene nú þegar búin að láta. Börnin þau koma ekki nálægt þessu og já, ég er bara litlu við það að bæta. Takk fyrir það, Gísli. Hildur, erst þú með einhver mótsvör annarkvort við þessu eða einhver öðru sem hann hefur sagt þér í dag? Ég veit ekki hvað ég segja, sko. Ég er hrædd. Ég er hrædd framtíð barnanna minna. Og ég er hrædd að þegar þessu lýkur hér að okkar bíði bara sama helvíti og við erum búin að þola undanfarna mánuði. Og ég veit ekki hversu lengi ég muni halda það út. Og ég er svekkt út í sjálfa mig fyrir að hafa ekki tekið á þessu fyrr, en ég held að það að taka þetta fyrir dóm sé ekki gott fyrir neinn. Takk fyrir það, Hildur. Fæ ég tækifæri til að svara þessu? Ásgeir. Ef þú vilt. Já, þar getum við verið hjartanlega sammála. Ég held sé algjör tímaðsla að draga þetta fyrir dóm. Hildur. Það er hún, fótalambið, make-upið upp á 10 og þetta smeyðilega glóð. Ok, ég vil ekki reyna að vanda orðavalið. Hildur, getur enginn bjargað þér. Þú getur ekki bjargað sjálfur þér. Og ég hefur ekki hugmynd okkur út af þessu. Hvort að þú sett afbrýðisöm út í samband mitt við börnin eða hvort þú sett bara einfallega búin að missa vitið. Gísli. Þú ert að reyna að fylla upp þetta skarð sem býr hérna með þér. Þig vantar eitthvað, Hildur, og enginn sáttamiðlari er að fara að hjálpa þér að finna það. Ég hefði viljað anda þennan kafla á betri nótum en Hildur, ég verð víst að gefa þér tækifæri aftur til að svara. Já, veistu að ég held að framkoma hans undirstriki bara það hvers vegna hann er gjörsamlega óhæfur að umgangast börnin. Þú hættir ekki að blanda börnunum inn í þetta. Gísli, leiðin að klára, hún hefur ekki truflað að hingað til. Takk, Ásgeir. Svo veit ég ekki hvernig þú veist, þegar það kemur einhvern veginn yfir að það er... Þannig að rifja upp textan sem þú er búin að undanfann það. Gísli. Hvernig getur þú sagt eitthvað svona særandi eftir hvernig við erum búin að ganga í gegnum helvíti síðustu mánuði. Það er svo sjáur ekki hvað það gerir rátt. Það er bara eins og sé ykkur on-off takki á hann sem bara slekkur og kveikir á þessu og hendar. Og sjálfsög ætla ég að blanda börnunum í þetta. Því að Tumi og Ása er það sem skiptir mig mestu máli, ekki þú eða ykkur jeppadrusla. Hvað er það sem skiptir þig mestu máli? Því ef það eru þau, þá veistu augljóslega að það getur ekki gengið svona lengur. Veistu að ég finn til með þér. Ég bara veit ekki hvað til ráða lengur og
Þess vegna erum við hér. Jesús, þetta er svo mikið kjaftaði. Hvað sagðirðu? Ég sagði að þetta væri kjaftaði. Veistu Gísli, þú verður að fara að venja þá Ég má ég bara hlusta hér og láta hana... Gísli, við erum með að finna lausn. Já, finna lausnir, ég er alveg tilbúin í það. En það er ekkert lausn með að það að lifa henni bara ljúga út í eitt. Byrju, ljúga fyrir Gísli? Nei, svaraðu mig hérna, Gísli, hvaða lygi ertu að tala um? Hver er lygin? Hver er lygin? Allt saman Hildur, allt. Ég veit alveg hvað það er að gera. Gísli, hafðu heimil á þér? Þú ekki að rífa þig þarna. Viltu kannski fara út í það nánar? Á, ég ætla bara að koma af stað. Síðustu mánuði eins og á páskadag þegar þú hringdir í mömmu og sagðir ég væri veik svo þú myndi ekki sjá áverkana. Áverkana? Sem þú málaði á því sjálf? Sem málaði mig sjálf? Hildur, Heldur þú virkilega einstæð móðir í sko, Hildur. fullum starfi og námi Ég er bara að komast að hérna. Þú getur líka að hlusta á hvað hún hefur að segja. Já, ég er bara búin að fá nóg af því að hlusta og hvernig er það? Átt þú ekki að vera hlutlaus aðili eða? Hvernig heldur að mér líður, Gísli? Alveg sama hvað ég segi við þig, það er alltaf sama helvítis gaslýsingin. Þér að kenna, þú komst þessi í veist það, ég er svo búin á því, ég bara, ég get ekki meira. Já, ég veist, þú að það tekst það líka einu vandaða. Og svo vel ekki það er. Ég veist tík. Gísli. Veistu hvað Tumi sagði um daginn? Hildur. Veistu hvað hann sagði? Hann sagði að hann væri orðinn hræddur við þig. Hann sagði að hann var orðinn hræddur við pabba sinn. Hann gerði það ekki. Hann gerði það bara víst. Og ég vildi óska þess að svo væri ekki. Hann myndi aldrei segja það. Ekki en þú bara dæla hann fullan á legum þú og þinn áróður hann. Staðreyndin er sú, Gísli, Já. að þú þarft aðstoð og það eru allir góðir og búnir til að veita þessa aðstoð. Hlusta lengur á þetta rugl. Ég get ekki hlusta á það. Börnin eru allt sem við eigum, Gísli, og þú ferð ekki áttið á því, þá hlýtur að skilja að þau vilja aldrei hitta aftur eða aldrei. Hildur! Nú hlustar þú á mig einu sinni. Ég er hættur að sitja hérna og leyfa þér að... Já, hegið þú maður! Leyfðu mér að tala einu sinni. Hvað þú ert dagslaus maður, sitja þannig í svona fáránlegu jakkafötum. Gísli, en þú getur ekki stilt... Hildur! Þú veist það vel að ég hef aldrei lagt hendur á þig. Og ég hef alltaf sett börnin í fyrsta seti. Og meðan þú reynir að sundra okkur og reynir að eyðileggja eitthvað sem hefur alltaf verið gott. Hildur, það er þú sem hefur dregið þau inn í þetta rugl. Þau hafa það gott. Þau hafa alltaf haft það gott, Hildur. Þangað þú upphóst þennan leikþátt og bara leggja allt í rúst. Hvernig getur þú lifa með sjálfur þér í þessari sjálfseyðingu? Hvernig ertu ekki bara hún að drepa sjálfa þig? Alvörunni. Byrjar hann. Ég held að það sé komið gott. Ég held að það sé búin einhvern veginn. Nei, hérna... Jú, ég held að við komist ekki neitt lengra með þetta. Það er mitt faglega álit. Ég held að þessi báðingur verið bestu bara að útkljóta fyrir dómi. Nei. Ásgeir, viltu leyfa okkur að vera einum í smástund? Þú ein, með honum. Nei, það er ekki búið. Opinber staður, hann getur ekkert gert. Þetta er bara því miður eitthvað sem ég má ekki gera. Þú gera það fyrir mig. Ég skal gefa ykkur smá stund. Viljið eitthvað, kaffi, vatn, eitthvað? Kaffi var fínt, takk. Kaffi. Þú, Gísli? Nei. Ok. Hildur, þú kemur bara fram með þér eitthvað.
þetta svo vel, sko. Já. Ertu ánægð með frammistöðu mína? Mjög svo. Ég held kannski að myndi ná að hafa stjórnaður í smástund en þú greinlega ekkert lært. Af þér þá? Nei. Það er ekki hægt að læra inn á geðveiki. Æ, Gísli minn. Hvað kom eiginlega fyrir þig? Hjálpaðu mér að skilja. Ég geti spurt það í sama. Ekki spilningar fólks leikið við mig. Ég hef enga að tapa. Segjum bara hvort að þessu. Við höfum farið í gegnum þetta margoft. Ég sé ekki tilgangin í að gera það einu sinni. En Ásgeir, hvað með hann? Það er að klófist hann eins og allara. Ásgeir er gamall vinnur. Ég fór til hans og bað hann aðstoð og sýndi hann nokkra myndir og það var nú til þess að fá hann til að hjálpa mér. Myndir? Myndir af hverju? Æ, þú veist þessu klassíska. Jesús minn, þú getur alveg sagt það uppátt. Þú veist það er skemmtilega að gera það ekki. Leyfa þér aðeins að efast sjálfa þig. Skemmtilegra? Á eitthvað þessu að vera skemmtilegt? Ha? Hversu langt ertu tilbúin að ganga til að leggja líf okkar í rúst? Sjálfskaði, fjárhagslegt ofbeldi, lygasýki? Eða skemmtanagildi sem gnýr þessa hluti áfram, þá það bara dugir svo ástæð ekki. Eins og ég hef alltaf sagt, þá er ég að þessu fyrir þau, börnin mín. Og svona aumkunarverður á veikburða maður eins og þú. Þú ert ekki hæfur til að vera foreldri. Sú ástæða ætti að duga. Þú vilt taka þetta tilbaka, eða ekki? Já, af hverju? Þú veist að þetta er satt. Öll þessi atburðarás bendi til þess. Þú getur ekki bjargað þeim frá þessu. Og það er nákvæmlega það sem gerir þið hættulega. Þú trúir þessu í alvörunni. Þú ert svo sannfærandi. Ég veit ekki hvernig þú ferð að þessu. Þú með það ráðskast með alla hægri, vinstri, engar afleiðingar. Er það kannski að þú ert kona? Er það sem hefur yfir þig, ha? Að þú ert með sköp? Æ, Gísli, koma, þú komst þér í þetta sjálfur. Hvað ger ég? Þú veist það alveg. Nei, það ger ég ekki. Það er ekki mér að kenna að börnum okkar elski mig meira en þig. Vá. Þú bara nærist á þessu. Þú veist, ég labbaði henni heima og það er bara eins og við sjáum ekki. Það er bara eins og sé ykkur ókunnug manneskja mætt á heimili. Hildur, þetta er bulli. Þú veist alveg að þrátt fyrir alltaf að elska þig. Nei, það gerir það ekki. Og það að þú trúir því ekki, það er það sem ýtir þeim frá þér. Svo ætlastu til þetta lægist allt bara með að taka mig út í jöfnunni. Það varst þú sem snerið þeim gegn mér eða ekki. Hvað djöful nátti ég að gera? Þannig að þú ætla bara að halda áfram að ljúga fólki til að þú náir þínu fram. Að sjálfsögðu ætla ég að ná mínu fram. Fólk hlustar ekki á innihald orða lengur. Þau eru löngu búin að tapa merkingu. Skiptir ekki máli hvað það segir. Svo lengi sem það segir hlutan með sannfæringu. Bara láta gossa. Af hverju ætti fólk ekki að trúa? Þú munt aldrei komast upp með þetta. Helvítis.
Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness.